Enn á ný hafa afskriftir bankana komist í hámæli. Við leitum svara við því í þætti kvöldsins hvort svigrúm sé fyrir enn meiri afskriftir á skuldum heimilana. En fyrst að afskriftum bankana. Þegar nýju bankarnir keyptu þá gömlu var reiknað með að helmingur útlánanna fengist aldrei greiddur. Þess vegna lækkuðu útlánin í bókum bankana milli september og október 2008 úr nærri 5.500 milljörðum króna í 2.250 milljarða. Afskriftirnar hafa þó ekki verið í samræmi, en samt þó nokkrar. Hvenær nóg að gert? Hversu lengi verður rætt mögulegar afskriftir í bankakerfinu? Þóra Arnórsdóttir og Benedikt Ketilsson skoðuðu málið og Guðjón Rúnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja og Andrea Ólafsdóttir frá hagsmunasamtökum heimilana ræða möguleikana í kjölfarið. Þrátt fyrir milljarða afskriftir hjá nýja Landsbankanum heldur Guðmundur Kristjánsson í brimi en öllum bréfum sínum í vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum. Arion banki hefur afskrifað hátt í 40 milljarða króna vegna Haga. Félag í eigu Jakobs Valgeirs Flósasonar sem oft kendur við Steam fékk nýverið fyrirgreiðslu hjá Landsbankanum til að kaupa kvóta fyrir það bil 1 milljarð króna. Þetta gerðist eftir að 20 milljarða skuldir höfðu verið afskrifaðar hjá Glitni og gamla Landsbankanum vegna félaga í hans eigu. Ljóst að afskriftir Arion banka vegna Gaums verða gríðarlegar. Sparisjóðurinn í Keflavík afskrifaði tæplega 50 milljóna króna skuld hjá syni þáverandi sparisjóðsstjóra rétt áður en ríkið tók sjóðinn yfir. Það voru tæplega 700 milljónir króna afskrifaðar á sama tíma hjá einkahlutafélagi sem verið hafði í eigu sonarins. Ríkið gæti þurft að leggja íbúðalánasjóði til nýtt eigið fé umfram þá 33 milljarða sem Alþingi hefur þegar samþykkt. Fyrirséðar afskriftir verða líklegast miklu meiri en menn héldu. Af þeim lífeyrissjóðum sem samþykktu afskriftir krafna í N1 tapa almenni lífeyrissjóðurinn, Stafir og sameinaði lífeyrissjóðurinn mest. Hver þeirra tapar 100 milljóna króna. Verja á 100 milljörðum króna til að lækka húsnæðislán samkvæmt víðtæku samkomulagi sem undirritað var í dag. Mest lendir á bönkunum og íbúðalánasjóði. Megnið af fénu hefði hins vegar farið í afskriftir hvort eð er. Fjármálastofnanir hafa afskrifað vel á annað 100 milljarða af lánum til heimila frá bankahruni. Mun hærri upphæð hefur verið afskrifað af lánum fyrirtækja. Já, afskriftir hafa verið til umfjöllunar reglulega síðustu árin, ræddar fram og aftur. Í DVF í gær var farið skipulega yfir það hversu mikið útlán gömlu gjaldþrota bankana voru farið niður þegar þau voru selt nýju bönkunum. Þar kemur fram að íbúðalán bankana lækkuðu úr 607 milljörðum króna í 311 milljarða milli september og október 2008 eða tæp 49%. Það var sem sagt reiknað með að aðeins myndi innheimtast helmingur útistandandi íbúðalána. Og í svari Árna Páls Árnasonar efnahags- og viðskiptaráðherra við fyrirspurn Einars K. Guðfinnssonar afskriftir í fjármálakerfinu síðustu ár kemur þetta í ljós. Árlegar heildarafskriftir í fjármálakerfinu voru 6 milljarðar árið 2006, 2,5 árið 2007, aftur 6 2008 en samtals 503 á árunum 2009 til 10. Það þó rétt að benda á að tölurnar fyrir 2006 til 8 eru bara frá 2 stærstu bönkunum, 2009 til 10 frá 3. Af þessu námu afskriftir hjá einstaklingum 22 milljörðum en 481 hjá lögaðilum, það að segja fyrirtækjum og einkahlutafélögum, sem einmitt það sem fréttabrotin hér á undan bentu til. En á þessu ári hefur ýmislegt breyst. Eftir að Hæstaréttardómur gekk ólögmæti myntkörfulánana hafa þau verið endurreiknuð, auk þess sem hefur verið boðið upp á niðurfærslulána í 110% af markaðsvirði eignar. Samkvæmt nýlegum tölum samtaka fjármálafyrirtækja var mitt ár búið að nýta 144 milljarða til leiðréttingar á lánum einstaklinga, en inn í því 40 milljarða niðurfærsla af erlendum bílalánum. Þetta samt fjarri þeim 300 milljörðum sem reiknaða var með að þyrfti að afskrifa, bara af húsnæðislánunum. Hagnaður Landsbankans nam 24,4 milljörðum króna eftir skatt á fyrrihluta ársins. Landsbankinn síðastur viðskiptabankana þriggja til að birta sitt uppgjör en hagnaður bankans meiri en hagnaður Arion banka og Íslandsbanka til samans. Hagnaður bankana þriggja allt árið í fyrra var samtals tæpir 70 milljarðar. Ef framheldur sem horfir þetta ár ætti hagnaður ársins 2011 jafnvel að verða meiri. Bankarnir hafa sem sagt plumað sig vel. Útlánasöfnin skila greinilega góðum hagnaði. Framsóknarflokkurinn talaði lengi fyrir því að öll húsnæðislán yrðu lækkuð 20%, en það var alveg skýrt frá upphafi að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagðist gegn almennri niðurfærslulána og sagði ekkert koma til greina annað en að taka á málum hvers og eins
og það er það sem hefur verið gert. Vaxtaniðurgreiðslur og önnur úrræði ríkisstjórnarinnar miða öll við skuldastöðu og greiðslubyrði hverrar fjölskyldu. En væri hægt að ganga miklu lengra eða mistum við af einhverju tækifæri fyrir 3 árum? Velkomin til okkar, Andrea Ólafsdóttir frá Hagsmunasamtökum heimilana og Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja. Guðjón, mig langar að byrja á grundvallarspurningu til þín. Af því að það er búið að tala þennan lánaflutning milli gömlu og nýja bankana í tæp 3 ár. Viltu útskýra hvernig þetta var gert, hvers vegna og hvaða þýðir fyrir nýju bankana að hafa fengið þetta í sínar bækur með þessu svokallaða svigrúmi eða afslætti? Já, sko, varandi það og kannski kemur það að þessum inngangi, það sem hefur verið dálítið villandi í umræðinni og jafnvel í þessari viku ykkur miðlum er það sem að menn er að bera saman þessast útlán bankakerfisins í raun og fyrir og eftir hrun, strax á þeim tímapunkti. En það er ekki eins og þessi mælikvarði á niðurfærsluna, vegna þess að það sem gerist við þessa tilfærslu er að sko lán til erlendra aðila og að hluta til eignir innlendra aðila, lán til eigenda, bankana, stóru lán og félagi þeirra og svo framvegis, eru ekki færði yfir, heldur sitja eftir í gömlu bönkunum og sama er mjög stóran stabba af íbúðalánum bankana sem var veðsettur Seðlabanka Íslands. Þannig að þessar tölur og samanburður síðan við raunverulegar niðurfærslur á íbúðalánum ekki alveg sambærilegar. En sko nú hafa þessar tölur einmitt verið svolítið á reiki. Við heyrum eitt hér og annað þar. Þetta eru tölurnar sem eru birtar til dæmis í DFF í gær. Er ekki hægt að fá þetta alveg á hreint? Það er eiginlega akkurat það sem við erum að vinna þessa dagana. Við erum alveg sammálaðir í því, Þóra, að það væri betra að hafa þetta skýrara og klára okkur hefur þótt svona ákveðin talnamengun í gangi, það er ruglandi í umræðinni, ólíkar tölur, menn er ýmist að tala tölur sem varða kerfið í heild, þar að segja gamla og nýja bankakerfið, eða bara tölur sem snúa nýja bankakerfinu, það sem alltaf skiptir viðskipta inn í bankana mestu máli eru það tölur í dag sem snúa að bankakerfinu eins og það er á Íslandi í dag og það er það sem við erum að reyna að ná utan. En bara til þess að klára spurninguna, hvað þýðir þetta svigrúm sem fór þarna yfir? Nú er greinilegt að þessu útlán hafa skilað meiru en var búist við þegar þú voru fluttið yfir. Það sem er síðan að gerast þegar mann er að semja þarna, milli, ekki að segja ríkið að semja við kröfuhafa og samningar sem milli gamalla og nýra banka, er að mann er reyna að setja ákveðin vermiða, meta virði lánasafna og við erum að tala þetta er ólík lánasafni í raun og veru bæði eftir fyrirtækjum, það er að setja í bönkum og líka eftir í hvort þú er að ræða einstakling eða fyrirtækin, það er að segja einstaklingslánin eða fyrirtækjalánin. Og það sem virðist vera að koma í ljós er að mann hefur í raun og veru ofmetið einstaklingslánin eða við tökum íbúðalánin, miðað við það að það eru 2 bankar nú þegar búnir að tilkynna að þeir séu búnir að fullnýta það innan gæslubaða svigrúm sem þeir höfðu hvað íbúðalánin varðar og séu farin að ganga það og séu farin að borga í raun og veru með. Meðan hins vegar fyrirtækjamegin virðist menn hafa vanmetið það, þar virðist vera og það er að skila mun hærri tölum inn í raun og veru. Fyrirtækin standi betur í skilum? Já, fyrirtækinu nú standi þá betur, heldur með áætluðu þessum tímapunkti. Það var auðvitað mikil óvissu uppi þegar maður voru að vinna í þessum samningum. Andrea, nú kom fram þarna í tölum frá Samtökum fjármálafyrirtækja mitt ára eða í júlílok að tala 144 milljarðar og allt sundurgreint. Hvernig það hefði farið í niðurfærslu lána einstaklinga. Þið töluðu á sínum tíma að það þyrfti svona 200 milljarða til þess að heimilin væru vel stæð. Rúmlega 200. Já, nú eru ennþá fjöldamörg mál í gangi hjá umboðsmanni skuldara og svo framvegis. Þetta er ekki endanleg tala. Nei. Ef hún endar í þessum 200 milljónum, eru þið þá sátt? Sko, við vorum náttúrulega ekki að tala að heimilin eru vel stæð með þessum rúmum 200 heldur að það er því leiðrétt fyrir þá oftöku sem átti sér stað í gegnum hrunið. Og við teljum að það sé ennþá rými til þess. Það er þarna inni ennþá, sko, heimilin, þessar tölur úr DFF gefa til kynna að lán heimilana eru 1032 milljarðar. Það er búið að færa þetta niður í 487. Svo eru 70-75 hjá Spróni í slitameðferð, skils mér, og þar er eftir 326-331 milljarður. Það er búið að nota 144. Það er ennþá mjög mikið rými þarna inni. En það er greinilegt að það er eitthvað misræmi í þessum tölum þarna á milli. Já, það er kannski eitthvað smá misræmi, en það sem er kjarni málsins er að það er búið að afskrifa úr gömlu bönkunum yfir í nýju bankana. Og það var ekki gert ráð fyrir að innheimta fram yfir þetta svigrúm sem að fjármálaráðherra gaf í sínum samningum, sem er alveg afleitt að mínu mati,
vegna þess að það náttúrulega bara hvetjandi fyrir bankana til að innheimta sem allra mest. Það hefði raun og veru þurft að laga til í þessu kerfi bara leið og fólk áttaði sig á að það var þarna kerfishrun. Ég á enga von á því að bankarnir, fjármálastofnanir, sé að fara að leiðrétta þessa hluti sjálfir. Ég gerir mér engar grillur það. Enda spyrjum en býtum við, ef það búið að afskrifa þetta, stjórnvöld eru búin að segja, lengra verður ekki gengið, þá er tilkynnt 100 milljarða rétt fyrir áramótin og svo framvegis. Af hverju ætti að afskrifa svona mikið ef menn geta staðið í skilum? Það er nefnilega málið. Ef menn geta staðið í skilum. Þetta á ekki að vera spurning þegar að er að ræða slíkt fjárhættu spil sem átti sér stað hérna. En það er samt alltaf verið að miða við greiðslubyrði og greiðslu getur fjölskyldum. Já, en málið er það að það á ekki að miða við það þegar að búið er að spila með lán heimilana með þeim hætti sem búið er að gera. Og bankarnir búin að spila í markaðsmisnotkun og bara svínari í raun og veru í gegnum mörg ár hér á landi. Það á ekki þurfa að spurja þessara spurninga, geta heimilin borgað þegar búið er að taka af þeim of mikið. Það er að segja, það er búið að fara inn og ræna fólk í raun og veru hábjartan dag. Það er bara staðreynd, það er staðreynd málsins. Og það á að skila þessu aftur. Þetta er ekki spurning hvort að fólk geti borgað. Ef ég ætla að lána þér pening og segir síðan þú skuldar mér 10 milljónir en ég ætla að fara og spila aðeins smá fjárhættuspil og sjá hvað ég get fengið út úr því og þú greiðir það síðan bara ef að mér mistekst. Ef ég skrif upp á það og þá er það nú kannski Nei, það er nefnilega málið að fólk skrifaði ekki upp á það. Já, komum aðeins betur inn á þá eftir.